Fyrsti leikur að baki og svona kannski fyrri hálfleikur sem að lagði grunninn að þessu. Já, engin spurning. Fyrri hálfleikur bara góður og kannski að einhverju leyti bara leikurinn búinn í hálfleik og það er ánægilegt og mér fannst þið bara góðir. Fáum á okkur bara 8 mörk, skorum 18 og 10 marka forskot, þannig að það er bara fínt. Þetta fannst mér þeir koma svolítið upp með það að hægja á þessu og spila leiðilega allan leikinn en skiljanlega líka. Það er bara þeirra að leika? Já, ég skil það alveg þegar þú ert kannski að spila mútið betra liði en ég nenni ekki að byrja með því núna, ég byrjaði með því í leiknum en ég hef viljað klára seinni hálfleikinn betur og gera hann aðeins, já bara betur, döpuðum ómörgum böltum og þessi svona döðafæri sem fór í súin í seinni hálfleik sem svona hefði kannski verið betri þar því það hefði unnið ennþá stærri sigur en líka náttúrulega kannski fyrir við að rúlla liðinu og hugsa að spara menn og eins bara rauðspjöldu elli þess að riðla því plani aðeins og kannski úr verðu kannski einhvern uppstilling sem við erum ekkert endilega búinir að drilla mikið en það á samt ekki að vera ásökun. Nei, það kemur þetta kapli eftir 25-11 þar sem að þeir skora held í 5 mörk í röð og það var svona kannski eitthvað sem á ekki að gera. Bara hjartalega sammála, bara lélegt og grunnan og ég hef tekið leiklið hérna í kringum hennar kafla og var bara ósáttur og ef við getum verið fúlir ykkur þá við eigum bara ekki að bjóða upp á svona kafla og saman móti hverja þeir og bara refsa fyrir þetta móti góðum liðum og við bara halda meiri standard en bara gott að fá 2 stig og vera konir í gang. Já, og svona maður búast við kannski eitthvað svipaðir leikað fyrir hjá Kúbumörnunum síndist mér. Ég bara veit það ekki, ég horfði bara ekki á Slóvenía Kúba og fannst það ekki við hæfi því ég var á leiðinu í fyrsta leik á HM nú fer ég bara í það en úrslitinn svona gefur til kynna að Slóvenjar hafa ekkert verið miklu vandræði með það en að því sögðu ég vil bara sjá aftur frammistöðu og ég vil sjá einbeitingu og lið sem bara nálgast svona verkefni bara virðingu og auðmýkt og við sem við spila landsleik á HM og ég held að það sé alltaf hollt að gera hlutina vel og krafti og vinna stóra sigra þegar þú átt ekki fyrir þess.